Sérsveitin og lögreglan handtóku 5 manns á Akureyri síðdegis í dag. Skotvopn fundust í 2 bílum. Skipverjar Banderos óttast að myndefni þeirra, sem var gert upptækt, verði eytt. Þau ganga út frá því að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir þau ekki fara rétt með samskipti sín við yfirvöld. 100 flóttamanna frá Marokkó eru án vatns og matar í sænsku hólmlendunni Fjúta. Mannúðarkrísa í uppsiglingu þrátt fyrir að flest flóttafólk hafi snúið aftur til Marokkó. Nýtt eftirlitskerfi á landamærunum hefur reynst vel til að hindra ólögmæta dvöl útlendinga á Íslandi, að sögn lögreglu. Á móti kemur að biðraðir í Leifsstöð hafa lengst. Gestir útihátíðar léku við hvern sinn fingur á Akureyri og í Vestmannaeyjum í dag. Á Akureyri var skógardagur og í Vestmannaeyjum leikur veðrið við þjóðhátíðargesti. Gott kvöld. Lögreglan á Norðurlandi eystra handtók 5 manns á Akureyri síðdegis vegna gruns vopnaburð. Skotvopn fundust í 2 bílum. Hjalti Bergmar Axelsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn, segir að lögreglu hafi borist tilkynning grun vopnaburð. 2 bílar voru stöðvaðir og fundust skotvopn í þeim báðum. 5 voru handteknir og fluttir í fangaklefa. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu við aðgerðina. Engin meiðsl urðu á fólki. Og Ólöf Rún Erlendsdóttir, þú ert á Akureyri. Hefur verið mikill erill hjá lögreglunni á hátíðinni? Já, ég held að sé alveg óhætt að segja það. Við erum hérna við hátíðarsvæði núna, fólk er bara rétt svona að byrja að tínast hérna inn. En hérna voru í kringum 9.000 manns í gær og lögregla hafði í nægu að snúast. Til dæmis var þetta vopnalaga brot í dag og kannski rétt að ég spurji bara lögregluna hvað gekk þarna á, Kolbrún? Já, við fengum upplýsingar mannvopnar, skotvopni og það væri að miða því á annan mann. Þannig að allt viðbragð fór í gang frá okkur ásamt sérsveit og úr því voru 5 aðilar handteknir. Var einhver hætta á ferðum fyrir eins og gesti hátíðarinnar? Lögreglan var með þetta í tökum og var með þetta. Þannig að ég held að ekki stafa hætta fyrir aðra. Og þetta var ekki fyrsta vopnalagabrotið núna þar sem af helginni? Nei, við vorum með annað í gær. Það sem var grunur að aðilega væri vopnaður eggvopni á hátíðarsvæðinu sem reyndist vera rétt. Við komum aðalega á handtekinn vegna þess. Hvernig er viðbúnaður hérna á svæðinu? Viðbúnaður nokkuð góður í okkur og þetta lítur bara vel út frá okkur séð. Auðvitað vill maður alltaf meira. En við erum að ná að sinna og annað því sem við þurfum. Nú er hérna svona hápunktur hátíðarinnar í kvöld. Einhver skilaboð frá ykkur til gesta? Herðu, skemmtið ykkur friðsamlega og njótið kvöldsins. Akkurat, skemmtið ykkur friðsamlega. Við kveðjum hérna frá Akureyrarvelli í bili. Takk fyrir þetta, Ólöf Rún Erlendsdóttir, og við tölum aftur við þig seinna í þessum fréttatíma. Skipstjóri Banderos skips Paul Watson samtakanna óttast að myndefni samtakanna af hvalveiðum á Faxaflóa verði eytt og eða það notað í málsókn gegn þeim. Þau gera ráð fyrir að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir að áhöfnin hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á morgun. Upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar segir að beiðni Banderos að leggjast að bryggju hafi verið hafnað og vísað til áhættumats ríkislögreglustjóra. Áhöfnin óskaði þá eftir frekari rökstuðningi og var gæslan að vinna að svari þegar áhöfn Banderos veittist að hvalveiðiskipi Hvals HF. Það var til þess að sérsveitin tók skipið yfir og handtók áhöfnina. Everybody put the phones down. Everyone, phones down. Hands up. Thank you. Hands. Captain. Yes, sir. Hands. Everybody hands. Downstairs. All right. Captain. Okay. The police have treated us unjustly. We have been lied to. We've had our communications cut. We haven't been provided our legal access. The ship has been searched without a search warrant.
It's been searched without a crew member present, so we don't know what has been taken off the ship, if they could have taken or left anything on board. So that's been, all done without anyone being present, and that's, to my understanding, that's illegal. Sum samskipti skipverja við fréttamann borð í gær fóru fram með handskrifuðum miðum vegna þess að skipverjar óttuðust að verið væri að hlera þá. I'm sure that whatever footage was taken from the ship, it's no longer on here. Would be destroyed, Yeah, well, I think that it will be used in a case against us. We abided by every rule. We had our AIS on constantly, while the whaling ships have not had their AIS on since 2015, except for on July 30th, momentarily. I don't know. Now, I'm not sure if their AIS is still on, but they've been operating illegally since 2015. Bandero liggur enn við Sundabryggju og óvíst hversu lengi skipverjum verður haldið borð. Þeir segjast ætla að halda baráttunni gegn hvalveiðum áfram, þrátt fyrir handtökuna og yfirvofandi málsókn. If someone was to shoot a cow from several meters away and then shoot it again and then drag it down the street for an hour, I think people would think that that's pretty cruel. It's pretty inhumane, and that's what's happening just in the ocean. Fréttastofa hefur reynt að ná tali af Kristjáni Loftsinni, forstjóra Hvals HF, og boðið honum viðtal, en hann hefur ekki orðið að þeirri beiðni. 2 létust þegar 2 þyrlur skullu saman við slökkvistörf í Grikklandi í dag. Miklir skógareldar hafa kviknað víða og breiðst hratt út vegna mikils hvassviðris. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Þyrlunar voru notaðar við slökkvistörf vestur af höfuðborginni Aþenu þegar þær skullu saman. 2 voru í hvorri þyrlu. Áhöfn annarar var bjargað, breskum flugmanni og grískum slökkviliðsmanni. Danskur flugmaður og grískur slökkviliðsmaður létust. Kyriakos Mitsotakis, forsætisráðherra Grikklands, sagði í dag að veðurskilyrði yrðu áfram óhagstæð og næstu dagar mjög erfiðir. 3 slökkviliðsmenn létust við slökkvistörf í síðustu viku. Mannúðarkrísa í uppsiglingu í spænsku hólmlendinu Ceuta á norðuróta Marokkó. Þrátt fyrir að flóttafólki sé flest snúið aftur til Marokkó eru hundruð á götunni án vatns og matar. Stjórnvöld hafa komið upp hálfs kílómetra langri girðingu til að hindra að atburðirnir endurtaki sig. Eftir mikinn glundroða og ringulreið síðustu daga hafa flestir sem komu frá Marokkó til Ceuta snúið aftur. Lífið smám saman að komast í eðlilegt horf. Y hoy pues salido porque ya la cosa está más normalizada. Hombre, enfadados estamos todos, ¿no? Con lo que ha ocurrido, porque la verdad que nos hemos sentido abandonados, ¿no? Pues la verdad es que hoy se está mucho más tranquilo, el centro está relajado, está bien. Ayer hubo bastante jaleo por el centro, se ha ido separando un poco a los inmigrantes, se les ha ido llevando un poco a la zona de la frontera. El centro está muy relajado, pero ha sido bastante complicado estos días aquí. Yfirvöld hafa komið upp 500 metra langri flotgirðingu til að koma í veg fyrir að fleira flóttafólk komi til borgarinnar. Flestir sem komu til Ceuta synda 5 kilometra leið frá marokkóska bænum Efnideg og sumir koma frá bænum Beljuneg. Móttökustöð fyrir flóttafólki í Ceuta yfir full. Þó flestir hafi snúið aftur til Marokkó neita sumir að fara tilbaka og því mannúðarkrísa í uppsiglingu. Il n'y a pas manger, il y a rien. Il y a boire, il y a rien. Jusqu'à maintenant. Tu vas souffrir ici. On préfère mourir ici que de rentrer au Maroc, franchement. On a laissé notre famille là-bas qui sont morts en guerre. On est venu ici, c'est pour aider notre famille. On est venu ici, on a besoin de travailler. On n'est pas venu ici pour agresser. Samkvæmt yfirvöldum létust 72 hið minnsta þegar flóttafólkið kom til borgarinnar. Flestir drukknuðu. Gömlu hersjúkrahúsi í borginni hefur verið breytt tímabundið í líkhús. Réttarmeinafræðingar reyna að bera kennsl á hinn látnu meðan fólk bíður fyrir utan milli vonar og ótta eftir fréttum af ástvinum. Lögregla og kafarar halda áfram leit í sjónum. Nýtt landamærakerfi hefur haft aukinn fælingarmátt að sögn lögreglunnar á Suðurnesjum. Kerfið auðveldar að rekja og staðfesta ferðasögu útlendings inn og út af Schengensvæðinu. En áður var stuðst við blekstimpla í vegabréfi viðkomandi sem gátu máðst út. Nýja kerfið hefur dregið úr hvata þeirra útlendinga sem hyggjast ekki virða heimildir til lögmætrar dvalar á Íslandi.
En myndast þó langar biðraðir við landamæraeftirlit í Leifsstöð á hverju morgni eftir að farþegar frá Bandaríkjunum og öðrum löndum utan Schengen-svæðisins hafa lent. Biðin að jafnaði 60 til 90 mínútur. Það eru stóri dagar eins og var hérna í síðustu viku og þá var upp í 3 tíma bið eftir kúnunum hérna út. Og kannski helsta breytan fyrir sumari var að við náðum ekki að virkja þessar sjálfsafgreiðslustöðvar sem eru fyrir aftan okkur. Þannig að það þýðir að við þurfum að taka alla að landamærahliðinu og skráða inn í kerfið þar. Það er upplýsingataka, það er lífkennataka, við erum líka að spyrja spurninga og svo fær viðkomandi landgöngu. Embætti ríkislögreglustjóra vinnur að því að koma sjálfsafgreiðsluvélum í gang, en flest bendir til að það verði ekki fyrr en í haust eða áramót. Starfsmenn leggja sig fram að hleypa farþegum sem þurfa að ná tengiflugi fram fyrir raðir. Þannig að við reynum alltaf að sjá til þess að fólk sé ekki að missa af tengiflugi eða því líkt. En eru þið með fullmannaða þessa bása hérna þegar þið eru að gera þetta svona handvirkt? Sko ég með fleiri landamæraverðir núna hjá mér en ég hef verið með nokkru tíma áður en við erum ekki í raun að fylla í öll hliðin. Við náðum bara ekki að ráða allt starfsfólk sem við þurftum og við setjum mjög stífa kröfur þá sem við ráðum til að starfa sem landamæraverðir. Þannig að við gerum okkar besta í sumar, við fengum meiri mannskap og ég vil bara nota tækifæri núna og hrósa mínu fólki sérstaklega sem hefur staðið sig framúrskarandi vel við að hanskra hvern einasta farþega sem kemur til landsins. En þetta eftir að skila einhverjum árangri, það að grípa einhverja sem ekki hafa heimild til að koma hingað? Já, ég tel að þetta sé nú þegar að fara að skila árangri. Við erum að fá færri tilfelli þar sem að fólk hefur kannski komist aftur inn á svæði sem að hefur fengið brottvísun og endurkomubann. Þannig að með tíð og tíma þá munum við sjá bara að ég vona betra öryggi inn á Schengen-svæðinu í heild sinni eins og mörg aðildarríki hafa verið að kalla eftir. Þannig að mikilvægt er fólk að vita líka að þetta er risastórt verkefni. Og það tekur alveg smá tíma að innleiða þetta með fullnægjandi hætti og sjá langvarandi árangur sem við vonumst eftir. Svo getum við ímyndað okkur hvernig þetta verður hérna núna, 8., 9., 10. og 11. þegar þetta sólmyrkvinn verður. Það er tala að yfir 80.000 manns hérna, pluss það verður fullt af skipum líka. Þannig að ég get ímyndað mér að þá verður kannski 3-4 tíma að biðja eftir fólki. Landamæraeftirlit snýr að þjóðaröryggi og við ætlum ekki að gefa afslátt hvað það varðar, þó svo það hafi einhver minni háttar óþægindi för með sér. Hápunktur þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum í kvöld. Brekkusöngur, kvöldvaka og blys meðal þess sem á dagskráni og reiknað með 1000 gesta í Herjólfsdal. Herjólfur hefur siglt með 1000 spenntra þjóðhátíðargesta frá Landeyjahöfn til Eyja frá því snemma í morgun. 9 mál tengd fíkniefnum hafa komið upp en lögreglan með stíft eftirlit. Þá hafa 2 minni háttar líkamsárásir verið tilkynntar til lögreglu. Sigrún Þuríður Runólfsdóttir í Eyjum. Sigrún, hvernig hefur stemningin verið í dag? Alveg frábært svo að vægt sé til orða tekið. Við erum hérna við brekkuna sem að verður alveg smekkfull af fólki hérna á eftir þegar að dagskrá hefst klukkan 20 mínútur yfir 8 á stóra sviðinu. Fólk hefur streymt til Eyja í dag til að ná síðasta kvöldinu og ég og Ragnar Santos tökumaður höfum verið hérna út kvippin og kvappin í Eyjum í dag og tala við mann og annan. Þetta svona það bil 11 mánuðir sem fara í skipulagningu þessa viðburðar og það þetta í mörg horn að líta en ég held að Guð og lukka hafi hjálpað okkur aðeins núna þetta árið. Tilhlökkun skein úr augum þeirra sem komu til Eyja í dag. Auðvitað enda maður í Eyjum, það er bara, þetta er alltaf svoleiðis. Og þú hefur ákveðið að koma á sunnudegi? Já, síðustu 2 ár fór ég helgina alveg alla sko, en núna ætla ég ekki að mæta, en eins og ég segi, maður endar alltaf hérna sko. Ég sko vinur þinn, langbæsti vinur þinn. Hvað svona geggjað við að vera á þjóðhátíð? Bara, vinskapurinn og stemmingin og núna þetta gott veður, þannig að það bætir mikið upp á. Hvernig þjóðhátíð? Hún geðveik, bara eitt orð geðveik. Og fleiri taka undir að vinskapur og samvera gerir þjóðhátíð einstaka. Þjóðhátíð alltaf frábær og einstök upplifun en þessi náttúrulega búin að vera einstaklega góð með veðurguðinum með okkur í liði. Og ef þú hefur komið einu svona þjóðhátíð og upplifa blísinn og brekkusöngin, flugveldan og setninguna, þá langar það alltaf aftur. Töfrarnir gerast í hvítu tjöldunum, segja heimamenn
og okkur heyrist stemming hérna inn í þessu tjaldi og skulum athuga málið. Góða kvöldi hér, hvað segir þið gott? Góða kvöldið, við erum bara geggjuð. Hvað tjaldi þetta? Þetta er tjaldi Bustó. Og hvað gerist inn í svona hvítu tjaldi? Hér eru bara allir saman, hafa gaman og geggjuð samvera, gítarleikarar og lundar og bara geggjuð stemming, alveg fram á nótt. Ætlar þú að taka þátt í brekkusöngnum? Að sjálfsögðu. Heyrðu, og það vill svo til að við erum með brekkusöngstjóran sjálfan hérna, nýkrýndan. Hvernig leggst kvöldi í þig? Það leggst bara mjög vel í mig. Ég er á bara í góðu tjaldi og með góðu fólki, þannig að þetta getur ekki klikkað sér. Hvernig er svona brekkusöngur? Þarftu að fara eftir kúnstæðina reglum eða máttu gera bara hvað sem er? Ég fékk svolítið frjálsa hendi hvað ég vildi gera en auðvitað er maður að halda í þessar frábæru hefðir sem eru bara ár eftir ár, þannig að maður er svolítið að reyna að finna einhverja góða blöndu og að koma eitthvað nýtt en samt bara að vera með gamla og góða brekkusöngin. Hverjum má fólk eiga von á í kvöld? Bara eitthvað fyrir alla. Það er bara, ég er með gömlu góðu og svo er kannski einhver svona nýrri lög fyrir yngri kynslóðana og maður er svona fyrst og fremst langar að meina að kenna þeim sem er að koma í fyrsta skipti að bara gömlu góðu lögin sem er alltaf gaman að syngja. Þannig að já, þetta er svona bara öll flóran. Og hvernig eru Eyjamenn? Þeir eru geggjaðir, ég var skítræddur við þá. Það er svona, þetta er ákveðin, þetta sem maður bara sér það á fólki bara í langri fjarlægð, ok, þetta er Eyjamaður sko. En það er gaman að fá að kynnast þessu frábæra fólki og ég vona að þau verið bara fyrst og fremst glöð með mér sko. Alvöru fólki í Eyjum, ég ætla að leyfa þér að halda áfram að hita upp fyrir kvöldið og hún Ólöf ætlar að taka við norðan heiða en þar er stemmingin engu minni eða hvað? Nei, hún er sko engu minni hér eins og þið vonandi heyrið. Fólk er hérna í hrönnum að tínast inn á hátíðasvæði hjá einni með öllu og þó að dagskráin hér sé auðvitað fyrirferða mikil og verði það áfram, þá hafa verið viðburðir í gangi víða bæinn, stærri og minni. Við kíktum á einn í dag sem var skógardagurinn í Kjarnaskógi og lítum aðeins á það. Grill, leiktæki og samvera dró fjölskyldur í Kjarnaskógi í dag á árlega skógardaginn. Tilgangurinn er að njóta skógarins og alls sem hann hefur upp á að bjóða. Birkibandið lék fyrir gesti sem gátu einnig fengið fræðslu svepparækt. Fullu skógur af fólki út allt, ungum og gömlum, bara gestum skógarins sem eru bara að njóta sín og þarf ekkert mikið að hafa fyrir þeim að skemmta þeim eitthvað svoleiðis. Á tjaldsvæðinu Hömrum hafa 1500 tjaldgestir hátíðarinnar komið sér fyrir. Þar hefur allt gengið vel og engin stór vandamál komin upp. Hraðakstur á tjaldsvæðinu hefur þó verið til trafala. Við erum með 15 km hámarkshraða hérna og það svona virðist gleymast hjá sumum. Já, nú er hápunktur hátíðarinnar framundan og ég er búin að nappa hérna skipuleggjanda. Segðu mér Halldór, á hverju á fólk von í kvöld? Bara stóri flugeldasýningu, bókstaflega miðnætti, en svo er náttúrulega bara Herrann Hittismjör, Bríett, Jópi og Króli, Aron Kahn, Krismundur Axel, Páll Óskar, Latti og hljómsveit Mannanna, Dynjandi, þannig að já, þau er bara von á alvöru line-upi og góðri skemmtun. Þetta er stórskotalið, fjöldi hérna á svæðið. Hafið þið eitthvað hugmyndum, það er náttúrulega frítt inn, þið veitir kannski ekkert hvað streyma margir hérna að? Sko miðað við tónleikann í gær, þar sem voru yfir 12.000 manns sem að borguðu sig inn, þannig að þá erum við að búast við allavega svona 15-20.000 manns hérna í kvöld, þar sem er frítt inn og já, þetta er hjá Akureyrinum, þá koma allir á þessa tónleika alltaf á sunnudeginum, við lokum Vestlunarhelginu svona, þannig að ég held að við séum að slá met hérna í fjölda, þannig að við búumst í mörgmenni inn í kvöld. Einmitt, og við fjöllum aðeins áðan svona eril sem er búin að vera hjá lögreglunni svona í tengslum við þessa hátíð. Hvernig hefur skipulagningin og utanumhaldið gengið eins og hjá ykkur? Hvernig finnst þér að tiltekist? Þetta er bara held ég búið að vera það allra besta síðan bara, já, síðan að ég byrjaði og það eru komin 9 ár núna. Þannig að ég er bara, mér langt til að hrósa löggæslu mjög mikið. Það er búið mjög þægilegt að vinna með þeim hóp og bara öllum viðbragðsaðilum. Svo náttúrulega bara, já, Akureyrarbær og bara allir sem eru að koma að þessu fyrirtæki hérna í bænum sem eru að styrkja. Við erum komin á góðan stað með þetta. Það eru allir að standa saman, það eru líka allir átt að sjá því hverju þetta skilar, hvað þetta gerir fyrir bæinn og ég ætla að, já, þetta er bara takk fyrir allir, sko.
Einmitt, fólk hafði svona aðeins áhyggjur af veðurspánni svona þegar var kannski vika í helgina, svo hefur svona aðeins rækst úr henni eða hvað? Já, þú sást mig bera með sólavörnina á henni eða ekki, þannig að þetta er ekki fyrsta skipti sem við fáum eitthvað svona hérna á okkur fyrir norðan, að það er mögulega ekki að vera gott viður, en það er bara oftast gott viður hérna fyrir norðan, þannig að við erum búin að eiga mjög góða 2 til 3 daga hérna í veðri. Þannig að ég veit ekki yfir hverju við ættum að kvarta akkurat núna, ég veit ekki, ég ætla kannski ekki að segja mikið. Akkurat, við vonum það sannarlega líka að sólin skíni og fólk skemmti sér hérna fallega fram eftir kvöldi. Takk fyrir það, Ólöf Rún á Akureyri. Og þá veðri. Á morgun má búast við hægri breytilegri vindátt á landinu og bjartviðri í flestum landshlutum. Síðdegis þó líkur á stöku skúrum inn til landsins og einnig verður sums staðar skýjað eða þokuloft við norður- og vesturströndina. Hiti verður á bilinu 8 til 20 stig og það verður hlýjast á suður- og vesturlandi. En nánar veðrið að loknum íþróttum. Það var alvöru dramatík á opna meistaramóti kvenna í golfi sem lauk í dag. Bráðabannað þurfti til að knýja fram sigurvegara. Það var hiti í mönnum í eina leik dagsins í bestu deild karla. Vítaspyrna, 4 mörk og 2 rauð spjöld litu dagsins ljós. Og við hittum á bogfimi ungmenni sem hafa náð frábærum árangri á alþjóðlegum mótum í sumar. Ég langar alltaf að reyna að verða Evrópumeistari í ungmennaflokki. Íþróttir hér eftir augnablik. Áður kveðjum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Sérsveitin og lögreglan handtóku 5 manns á Akureyri síðdegis í dag. Skotvopn fundust í 2 bílum. Skipverjar Banderos óttast að myndefni þeirra sem var gert upptækt verði eytt. Þau ganga út frá því að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir þau ekki fara rétt með samskipti sín við yfirvöld. 100 flóttamanna frá Marokkó eru án vatns og matar í sænsku hólmlendinu Ceuta. Mannúðarkrís í uppsiglingu þrátt fyrir að flest flóttafólk hafi snúið aftur til Marokkó. Og þá þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo minnum við á vefinn okkar ruv.is. En við kveðjum ykkur í kvöld með myndum sem Eyþór Ingi Jónsson tók af fuglum sem í óðaönn við að koma ungum sínum á legg. Við þökkum ykkur samfylgdina, hafið það gott og verið sæl. Þitt fyrsta bros, þín fyrstu skref, þitt fyrsta orð. Þín fyrstu tár, þín fyrsta sorg, þín fyrsta hrösun. Fyrsti koss, þitt fyrsta ljóð. Mér finnst þú munir fæða allan heimir alveg upp á nýtt. Í kvöld á RÚV. Vorallir hér, Laugar í 100 ár. Heimildamynd þar sem 100 ára saga Laugaskóla í Reykjadal rakin. Fjallað áhrif skólans á menntun, íþróttaiðkun og menningarstarf á Norðurlandi og rætt við fyrrverandi nemendur og starfsfólk. Hardacre fjölskyldan, bresk þáttaröð fátæka fjölskyldu í verkamannastétt í Yorkshire í lok 19. aldar sem efnast skjótt á róttækri viðskiptahugmynd. Napoleonskjölin, íslensk spennumynd byggð á samnefndri skáldsögu Arnaldar Indriðasonar. Þegar bróðir lögfræðingsins Kristínar rekst á þýskt flugvélaflak úr seinni heimsstyrjöldinni á toppi Vatnajökuls dragast þau bæði inn í atburðarás upp á líf og dauða. Nokkur augnablik nótt. Íslensk sjónvarpsmynd í leikstjórn Ólafs Egils Egilssonar. Á fullkomnu sumarkvöldu í fullkomnum sumarbústað kynnir Björk nýja kærastan fyrir Ragnhildi stórusystur sinni og manninum hennar. Þær systur hafa farið ólíkar leiðir í lífinu.